Áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4. Það þensla á vinnumarkaði og atvinnuleysi, það nánast hverfandi. Soffía Gísladóttir stýrir skrifstofu Vinnumálastofnunar á Akureyri sem staðsett á Akureyri og Árni V. Friðriksson, hann formaður samtaka atvinnurekenda, það á Eyjafjarðarsvæðinu eða Akureyri? Já, fyrst var það bara á Akureyri og svo á Eyjafjarðarsvæðinu, við erum búin að útvikla þetta pínlítið. Skammstöfun SATA og þannig að við vildum ekki hafa nágrenni þarna í orðinu því þá var það Satan. Soffía, atvinnuleysi það ekki mikið, hvað segja nýjustu tölur? Nýjustu tölur segja það við liggjum svona í 2% og þá við landið allt, við fórum talsvert undir það í sumar eins og gengur að gerist. Á Íslandi alltaf árstíðabundnar sveiflur, eðlilega, og við svona aðeins hækkandi dag frá degi núna. Það dregst saman náttúrulega í ferðamálabransanum þó svo hann sé orðinn nánast heilsársgrein mjög víða, líka hér út á landi sem betur fer. En við erum hér á svæðinu með svona það bil 300 manns sem í atvinnuleit, formlegri atvinnuleit. Þar af eru svona það bil 250 hér á Akureyri, aðrir í nágrenninu. En hvað segja fræðin, þrátt fyrir að það sé þensla á vinnumarkaði, þá verða alltaf einhverjir í atvinnuleit? Það mjög náttúrulegt að það alltaf einhverjir í atvinnuleit. Langtíma atvinnuleysi hverfandi, nánast varla til orðið með hvernig við horfum upp á það hér í hruninu. En það alltaf erfitt að segja nákvæmlega kannski prósentutölu. Við erum í rauninni á mjög góðum stað núna. Það mjög gott flæði á milli atvinnurekenda og atvinnuleitenda. Það svona tiltölulega gott jafnvægi varðandi laun og tekjur því að þar þarf að vera ákveðið jafnvægi líka. Það verður minna jafnvægi í miklu atvinnuleysi og eins í mikilli þenslu. Þannig að við getum sagt að við séum á býsna góðum stað og ekki bara hvað varðar þá sem eru svona nokkuð heilsuhraustir og heldur líka fyrir þá sem eru með skerta starfsgetu því að þegar það eykst eftirspurn eftir vinnuafli þá fá miklu fleiri tækifæri og það mjög jákvætt. Árni, hjólin þau snúast nokkuð hratt í atvinnulífinu. Á hvaða sviðum það helst? Já, ég held að bingastarfsemin sé nú sú sem að þarf frekast aukningu á starfskröftum og það kannski ekki hámennta störf að ræða. Það kannski meira svona verkamenn og ef við ekki getum flutt inn starfsfólk í það, þá værum við í vondum málum. Hins vegar viljum við auðvitað auka arðsemi starfana. Við viljum fá störf sem eru fyrir hámennta fólk, eins og þá eykst arðurinn af hverju manni. Þannig að ég veit ekki hvort að til dæmis að ferðamannaiðnaðurinn akkurat sá iðnaður sem við sækjumst eftir til þess að búa til störf, eins og það eru væntanlega ekki hálaunastörf. En þegar þú hittir forsvarsmenn atvinnulífsins, almennt hljóðið nokkuð gott í þeim? Já, og það virðist vanta við það fólk. Til dæmis bara eins og Slippstöðin sem stór vinnustæður, þar vantar alltaf fólk, skilst mér. Og þeim gengur erfiðlega að fá Íslendinga í vinnu sem iðnaðarmenn. Það þarf semst að stækka þann hóps iðnaðarmanna sem í boði er. Þannig að við þurfum að mennta iðnaðarmenn og tæknimenn. En þegar svona ástand hvernig virðist þér ganga að fá vel menntað fólk til þess að þá koma í þessu tilviki norður? Já, það nú ekkert voðalega erfitt að fá menn að flytja norður ef að launin í lagi og í mínum geira, það að segja í ráðgjafarstarfseminni, þá erum við með, held ég, mjög sambærilega laun við Reykjavíkursvæðið. Það hins vegar meiri spenna á Reykjavíkursvæðinu því að okkar starfsemi til dæmis míns fyrirtækis út allt land. Ef við værum bara einangraðir við Akureyri þá hefðum við engan veginn nóg að gera. En ég held að megi segja að það sé tiltölulega, það ekkert mjög erfitt minnskosti að fá menn til þess að flytjast norður til þess að starfa hér við það sem hafa lært. Ég geri ráð fyrir því að þegar svona fáir eru á atvinnuleysisskrá þá tekst ykkur eða þið hafið tíma til þess að sinna hverjum og einum betur eða hvað? Það alveg rétt og við þurfum þess. Hópurinn sem verður eftir, ef við getum sagt því svo, hann þarf meiri sinningu og við reynum að vinna betur með þeim einstaklingum. En eins erum við þá meira út á við erum miklu meira í samvinnu við fyrirtækin og að leita
og það er mjög í rauninni skemmtileg staða. Það sem að ég vildi sjá kannski núna gerast að því að það er skortur á vinnuafli, að fyrirtækin þau horfi svolítið á þann hóp atvinnuleitenda sem eru með háskólamenntun, þó svo að við séum ekki akkurat með rétta fagið, að þá erum við með svo gott vinnulag og það er svo margt annað sem lærist þegar fólk er búið að fara í gegnum háskólanám, annað en akkurat fagið sem þau hefur menntað sig í. Og mér finnst það mjög mikilvægt að þau skilaboð komist út til atvinnulífsins að þarna er hópur sem er mjög hæfur, þó svo hann sé ekki akkurat með rétta fagið, en þá er svo margt annað sem hann kemur inn með og er þá kannski tiltölulega fljótari að sérhæfa sig á vissan hátt. En er þá ekki staðan líka svo að fólk er skemur á atvinnuleysisskrá? Mun skemur, og það er miklu meiri hreyfing. Og við sáum í hruninu að það kannski hreyfðist ekki svo mánuðum og jafnvel árum saman, en nú er mikið hreyfing og fólk kemur inn og út og staldrar stutt við langflestir. Árni, ég hef farið á nokkra fundi svona í gegnum tíðina hjá ykkar samtökum þar sem er verið að ræða einstök mál. Mér finnst ég svo oft dúkka upp umræðan að það vanti rafmagn á svæðið eða það skorti á afhendingaröryggi. Já. Það er áform það að byggja svokallaða blöndulínu. Það er engin sátt það hvernig hún á að liggja. Menn vilja fara með þetta í jörð. Menn halda að með því að setja raflínur í jörð að þá sjáist ekkert. Menn líka þessu kannski við það að plæja niður ljósleiðara. En það er alls ekki tilfellið. Þetta er mikil framkvæmd ef að leggja háspennustrengi. Tala ekki fyrir 220 kV. Þá er þetta bara mikil vegagerð, má segja. Strengurinn hann er ekki látið að fara onni í allar lægðir og hæðir. Það þarf að reyna að hafa þetta sem beinast til þess að strengur verði sem stystur. Og ég held að raforkuyfirvöld hafi ekki staðið sér nógu vel í því að upplýsa fólk það hvers konar framkvæmd það að setja þessa strengi í jörðu. Auðveldara auðvitað að vera með einhver möstur og línurnar á möstrum. Við getum haft mjög langt á milli mastra. Og þá sjást bara möstrin. Vírarnir auðvitað sjást lítið, en mösturinn sjást eitthvað. En gömlu línurnar okkar sem voru trésstaurar, það er bara eins og girðing. Það er svo stutt á milli staura. Þannig ég held að fólk sé óþarlega viðkvæmt fyrir þessum nýju línum, stóru möstrum með langt á milli. Kannski allt upp í 300 metra. Hefðirðu viljað sjá meiri umræðu þetta í aðdraganda alþingiskosningana, eða þetta var nú bara ekkert rætt? Nei. Þetta var ekkert rætt, hins vegar er það mjög alvarlegt að það sé ekki hægt að afhenda rafmagn þar sem að þörf er á því. En ég er ekki að segja að við þurfum að auka mikið við stóriðju eitthvað þvíumlíkt vegna þess að við erum með nokkurn veginn nægjanlegt framboð á vinnu fyrir alla, eins og dæmi sannar. Okkur vantar ekki vinnuaflsfrek störf eða vinnuaflsfrekar verksmiðjur. Við þurfum hins vegar að auka menntunarstigið og gera störfin verðmætari. En ég hef hins vegar áhyggjur af gengi krónunnar. Það er að verða allt og hátt. Það hlýtur að draga mjög úr vexti ferðamanna hingað til Íslands ef þetta heldur áfram. Er það þarna sem að gulu ljósin blikka? Já, alveg klárlega. Já, við erum aðeins farin að sjá það einmitt varðandi fiskvinnslufyrirtækin, þessi smærri, að þau eru svolítið í kröggum þessa dagana vegna gengis krónunnar. Í vikunni þá samþykkti bæjarstjórn Akureyrar reglur svona ákvæði hvað heitir þetta? Keðju ábyrgð verktaka. Þannig að verktakatir taki þá ábyrgð á samningum sem gerðir eru við erlendar starfsmannaleigur og svo framvegis. Hvað segir um þetta? Þetta er bara gríðarlega mikilvægt mál og ég óska bæjarstjórn Akureyrar til hamingju með þetta. Að vera svona í fararbroddi með svona ákvörðun. Mjög mikilvægt og gefur skýr skilaboð út á vinnumarkaðinn. Enda glænýtt dæmi það, þörfin á þessu. Erlend Saga var með undirverktaka. Hann virðist bara vera horfinn. Sá undirverktaki og skilur starfsmenn eftir. En þið svona almennt ef við svona horfum og svona súmurum þetta saman að veturinn svona handan við hornið, þið svona farið nokkuð bjartsýn inn í veturinn hvað þetta varðar atvinnulífið?
Já, alveg klálega. mjög bjartsýn bara. Sjáum til og við fáum að fylgjast með og við höldum hér áfram eftir smástund.